Viðhald og endurnýjun á húseignum Landspítalans hefur setið á hakanum undanfarin ár. Heilu álmurnar halda ekki vatni og sumum deildum hefur ekki verið hægt að fjölga salernum þrátt fyrir mikla þörf. Viðgerðir hafa setið á hakanum á sumum stöðum á Landakoti og má sjá merkjum leka, steypuskemmdir og fúna gluggapósta. Sama má segja fleiri hús sem Landspítalinn á en hann í 100 byggingum á 17 stöðum sem eru samtals 150.000 fermetrar. Árlega hafa verið settar 320 milljónir í viðhald og stærri breytingar á spítalanum. Sú upphæð hefur farið lækkandi og á fjárlögum í ár eru settar 300 milljónir í þennan málaflokk. Uppsafnaður vandi orðinn verulegur. Við erum með svona lista yfir verkefni sem við vitum Hann telur á að giska 1,5 milljarð. Það sem að ég held að væri brýnt að fara í kannski svona 2/3 af því. Hér á þessari deild liggja 20 sjúklingar en hér eru einungis 5 salerni. Það þýðir að ef kemur upp magakveisa þá fá hana allir. Reynt að fyrirbyggja smit berist út með því að loka salernunum en þá fækkar þeim enn meira. Fjölgun salerna eitt af þeim verkefnum sem ekki hefur verið hægt að sinna vegna skorts á fjármagni. Sama má segja viðhald utanhús. Við eigum álmur sem eru þess eðlis að þær halda eiginlega ekki vatni en vandinn við þær sá að við getum svona einhvern veginn skítmixað lagfæringar á einstökum vandamálum þar en álmurnar eru þannig að það þarf að laga kannski alla álmuna